Þórgunnur hefur áratuga reynslu á sviði hugverkaréttar, bæði innanlands og á alþjóðavettvangi. Hún varaformaður framkvæmdaráðs Evrópsku einkaleyfastofunnar og stjórnarformaður Nordic Patent Institute. Velkomin. Takk fyrir og góðan daginn. Ráðherrar, góðir gestir, það ánægjulegt að vera með ykkur hérna í dag og ég vil sérstaklega byrja á að óska ráðuneytunum, heilbrigðisráðuneytinu, menningar, nýsköpunar og háskólaráðuneyti til hamingju með að standa að þessu og ráðherrunum sérstaklega líka að það til algjöra eftirbreytni að hafa tvo ráðherra í þessu samstarfi og saman í salnum að hlusta allan daginn. Ég vil bara að það sé ávarpað hér sérstaklega. Ég ætla að fjalla sérstaklega mikilvægi einkaleyfa í nýsköpun og þá sérstaklega á sviði heilbrigðisvísinda. Og ég ætla að tala hvernig þau geta haft mótandi áhrif á framþróun, hvers vegna þau skipta máli og þá sérstaklega líka í samfélagslegu og efnahagslegu tilliti. Ég ætti kannski aðeins að byrja að segja frá því vegna þess að ég er forstjóri Hugverkastofunnar. Hvað gerir Hugverkastofan? Hvað gerum við? Reyna að segja það í stuttu máli. Hugverkastofan, það eru svona 3 meginatriði. Taka á móti umsóknum á sviði vörumerkja, einkaleyfa og hönnunar. Opinbera þá þekkingu sem aðgengileg á þessum sviðum hugverkaréttinda og veita upplýsingar og ráðgjöf á þessu sviði. Þetta er svona í hnotskurn. En á síðustu árum þá hefur orðið alveg gríðarleg framþróun og í tæknilausnum á sviði heilbrigðistækni innan heilbrigðisgeirans. Þannig að það er kannski bara helst að nefna ný og betri lyf og þá sérstaklega þessi líftæknilyf og sem hafa gert kraftaverk á ýmsum sjúkdómum. En við erum líka að tala alls konar tölvutækni og ýmsar lausnir. Í dag hefur náttúrulega mikið verið að tala gögnin, hvernig þau skipta gríðarlegu miklu máli og það er auðvitað framtíðin að það er það hvernig við getum nýtt gögnin á þess að brjóta lög og reglur en með góðum árangri. Nú, einkaleyfi eða patent eins og þau eru almennt kölluð á svona alþjóðavettvangi að það má segja að þau séu í grunninn samkomulag á milli uppfinningamanns og samfélagsins. Og það virkar þannig að uppfinningamaðurinn, hann fær tímabundinn einkarétt á sinni uppfinningu gegn því að opinbera þannig þekkinguna þannig að hver sem geti kynnt sér og jafnvel byggt ofan á þá þekkingu. Og einkarétturinn tímabundinn þannig að einhverjum tímapunkti verða aðgengilegur til framleiðslu fyrir hvern þann sem vill. En þetta er svona eitt öflugasta hvatakerfið fyrir framþróun og án einkaleyfakerfisins það væri bara til að mynda lyf væru ekki til, að minnsta kosti ekki í þeim magni og þau eru í dag. Nú, ég ætla að tala svona sérstaklega lyf í þessu samhengi. Að það eru sennilega margir hér sem þekkja til að lyf geta tekið langan tíma í þróun, 10 til 15 ár og þetta er gríðarlega kostnaðarsamt. Og til þess að fá aðila að borðinu þá kostar þetta fjármagn og tíma og þá þarf að tryggja einhvers konar einkarétt á meðan þessi tími stendur yfir. En jafnframt til aðeins lengri tíma vegna þess að ef það væri ekki hægt að vernda uppfinningu til dæmis á lyfi að þá myndu sennilega fáir fjárfesta vegna þess að þá væri lyfið afritað leið og það kæmi á markað og ávöxtur þeirra sem að fjárfestu væri lítill sem engin. Þannig að þarna skapast áfram svona hvati til framþróunar og sem gerir það að verkum að við getum gengið inn í apótek í dag og fengið þau lyf sem eru okkur lífsnauðsynleg. En tæknilausnir, þetta snýst ekki bara lyf, þetta snýst alls konar annars konar lausnir. Það eru, og hérna teki bara nokkuð dæmi, rannsóknartækni, greiningatæki og hugbúnaðarlausnir, stoðtæki, bóluefni, líftækni og ýmislegt fleira. Og allt þetta byggir á því að fyrirtæki geti verndað hugmyndir sínar og laðað til sín fjárfesta. Ég þykist vita að það séu margir fjárfestar hér og startup fyrirtæki í salnum og þetta er það sem að skiptir gríðarlega miklu máli. En aðeins til að halda áfram í lyfin þá er þetta líka, þetta kerfi, ástæðan fyrir því að við fáum samheitalyf á markað
og við fáum ódýrari tæki eftir einhvern ákveðin tíma. Vegna þess að þegar einkaréttur rennur út, að þá geta aðrir aðilar framleitt vöruna og þannig að þá verður varan með tímanum ódýrar og svo framvegis. En þannig að einkaleyfin eru ekki bara lás sem að loka heldur og halda öðrum frá, heldur eru þau líka lykill sem að opnar uppfinningu fyrir aðra og opna þessa þekkingu þannig. Þannig að ég hugsa þetta þannig að þetta eru umbun sem að uppfinningamaðurinn fær gegn því að opinbera þekkinguna sína. Þannig að ég sé þetta er svona fegurðin í þessu kerfi. En eru einkaleyfi alltaf góð? Það er náttúrulega ýmsar skoðanir það, en þau veita vissulega ákveðið samkeppnisforskot, geta gert það, en auðvitað geta á sama tíma líka verið samkeppnishamlandi. En án þeirra væri sennilega engin fjárfesting og engin framþróun. Og spurningin er því og hvernig eigum við að gera þetta og við þurfum að skapa þetta jafnvægi þarna á milli. En það er samt einfaldlega þannig að í því markaðsumhverfi sem við búum við í dag, að það væru sennilega fáir tilbúnir að leggja til vinnu og fjármagn ef ekki væri fyrir einhvers konar vernd eða einkaleyfakerfið. Og það er kannski rétt að segja að einkaleyfakerfið er líka þannig að þetta er ekkit, þó við búum hér á Íslandi og við hefum náttúrulega verið mikið að tala Norðurlöndin hérna sérstaklega og svo framvegis, að þá er þessi kerfi mjög alþjóðleg og það eru samræmdar reglur nánast út allan heim. En hvernig er staðan á Íslandi? Að við Hugverkastofan, hún mun kynna núna síðar í þessum mánuði skýrslu þar sem að tekið var saman fjöldi birtra einkaleyfa á Norðurlöndunum á síðustu 20 árum, eða frá árunum 2004 til 2024. Og niðurstaðan, ég bara sýni ykkur aðeins hérna örstutt inn í þetta, að niðurstaðan er svo, Ísland er gula línan hérna sem er neðst, við erum aðeins að ná hérna potast upp í Noreg, að við stöndum langt að baki öðrum Norðurlandaþjóðum í birtingu einkaleyfisumsókna og það munar alveg töluvert miklu. Og það er kannski ágætt að taka fram að Ísland, það var að koma út, það er kallað Global Innovation Index, það var að koma út núna miðjan september og þar er Ísland í 24. sæti, Noregur í 20. sæti og ágætt að taka fram að Svíþjóð, Finnland og Danmörk eru reyndar í topp 10 og við erum að tala 197 ríkjum. En við getum gert betur en að vera í 24. sæti, við höfum verið neðar áður. En hins vegar eru góðar fréttir og við megum aðeins klappa okkur á baki með það að þegar rætt er heilbrigðistækni að þá skarar Ísland fram úr. Þið sjáu hérna gulu línuna og þarna stór hluti af þessu hins vegar eru eitt fyrirtæki sem á heiðurinn af þessu. Og það er fyrirtækið Össur sem er leiðandi á heimsvísu í stoðtækjaframleiðslu og þeir eru gríðarlega mörg einkaleyfi. Kaupa reyndar líka mikið af einkaleyfum og eru að með alls konar leigusamninga og nýta þetta fjármagn þannig að það veltir áfram, þannig að það nýtist í þróun og rannsóknir hjá Össuri. En þetta er þeirra strategía, þetta er þeirra viðskiptatækni. En það eru mörg önnur fyrirtæki eins og þið sjáu hér sem dæmi sem hafa náð gríðarlegum árangri og eru að birta einkaleyfi. Hér ég ætla bara að taka það fram að þetta eru aðeins, þau fyrirtæki sem að koma hér fram eru aðeins fyrirtæki sem að eiga einkaleyfi. En svo eru önnur fyrirtæki eins og til dæmis Sidekick Health sem er að gera frábæra hluti í heilbrigðisþjónustu og byggja náttúrulega á annars konar hugverkaréttindum að þau ekki skráð einkaleyfi, eiga til hins og að skráð verðmætt vörumerki og ýmislegt fleira. Þannig ég vildi bara taka það fram. En ég má til með að nefna eitt fyrirtæki sem að náð hefur alveg sérstökum árangri á Íslandi og það er fyrirtæki Kerecis. Það er fyrirtæki eins og flesti þekkja sem að nota fiskgróð til sára og huglækninga og það fyrirtæki var selt fyrir meira en $1 miljard nýlega sem að gerði fyrirtæki að fyrsta einhyrningi á Íslandi og nú er reyndar komið annað slíkt fyrirtæki en þetta er svona fyrsti einhyrningur og þetta fyrirtæki og þessi sala, hún sýnir það svo vel hversu arðbært það getur verið að eiga einkaleyfi og eiga sína uppfinningu verndaða. Það er auðvitað aldrei hægt að sjá fyrir hvaða fyrirtæki og hver það verður sem nær þessum árangri
á þessum skala en þetta er lykillinn. Og ég set þarna inn frétt sem að birtist í Viðskiptablaðinu þar sem að kemur fram að ríkið fær 40 milljarða af tilflutningi hugverkaréttinda Kerecis. Að þegar Coloplast fyrirtækið sem að keypti Kerecis, flutti síðan hugverkaréttindin, einkaleyfin, yfir til móðurfyrirtækisins í Danmörku, að þá greiddi það Kerecis á Íslandi sem hafði verið selt sérstaklega 180 milljarða fyrir bara einkaleyfin og þaraf og skatttekjurnar af því greiðast beint í ríkissjóð og það eru 40 milljarðar króna og það munar nú heldur betur minna. Og þannig að þið sjáu hvað þetta skiptir miklu máli. Þannig að án einkaleyfanna þá hefði Kerecis væntanlega aldrei orðið einhyrningur og það er kannski spurning, kannski hefði Vestri aldrei orðið bikarmeistari. Þannig að einkaleyfin að þau eru mikilvæga þáttur í vísindum og hvers konar þróun og það má segja að einkaleyfin séu svona tungumálið á milli vísinda og viðskipta. Þetta er svona þetta viðskiptatæki sem hægt er að nýta. Staðan á Íslandi, við erum aðeins búin að rétt að rýna það en það er nú freistandi að minnast á það að það væri ánægjulegt að sjá núna og tækifæri í nýrri atvinnustefnu stjórnvalda að hafa svona skýrt ferli það hvernig stuðningur við nýsköpun er í heilbrigðisþjónustu og auðvitað bara á öllum sviðum. Bara alla leið, allt ferlið. Vegna þess að stuðningurinn er vissulega til staðar, það veit ekki alltaf allir af stuðningum, hann er ekki, þannig að ég held að samtal, og það er eitt af því sem að við hefur rætt hérna í dag mikið, það er þetta samtal sem að myndi skipta miklu máli. En svona að lokum að þá ætla ég nú að segja, ég ætla nú kannski ekki bara að segja að einkaleyfin þau eru ekki fullkomin, en þau eru nauðsynlegt og án þeirra værum við ekki með þessi lyf og lækningatæki sem að við erum með í dag og þau eru líka, það væri erfitt að fara út fyrir landsteinana án þess að hafa einkaleyfi. Vegna þess að fjárfestar á alþjóðavettvangi, fyrsta sem þeir spyrja áttu hugverk, sem sagt áttu IP, Intellectual Property. Þannig að ég ætla að segja hérna til allra sem eru í salnum líka, sem eru í nýsköpun, að hugsiðu það, þó þið eigi kannski ekki eitthvað sem væri grundvöllur einkaleyfa, að þá mögulega eru þau með einhver hugverkaréttindi, getur verið viðskiptaleyndamál, geta verið vörumerki, hönnun, hvað sem er, hugsið þetta, vegna þess að það skiptir máli bara á fyrstu stigum. Takk kærlega fyrir mig.